Bóndinn með barnsandlitið, Kalli í Brekku, átti sér þann æskudraum að míga í saltan sjó og teljast þar með maður með mönnum. Hann sá sig leik á borði í næturmyrkri í ágúst að láta æskudrauminn rætast og brinna í leiðinni marglutum í Dalvíkurhöfn. Á leið heim af rokktónleikum í lok fiskidagsins mikla varð honum skyndilega brátt og varð að pissa úr sér landsprenginn nánast á staðnum. Vandi var sá að Bogga móðir hans hafði bara kennt honum forðum að hlaupa í þúfum á grund en ekki í fjörugrjóti á Dalvík. Brekkubóndinn þurfti að hugsa margt í einu og gera margt í senn. Að komast sem næst sjónum í þreifandi myrkri, dorga starfsmanninn út buxnaklaufina, hitta Atlantshafi með bununni og standa í lappirnar. Það tókst engan veginn. Hann stakst á hausinn í höfnina með allt útbyrðis og hitti marhnútana í eigin persónu á umtalsverðu dýpi. Þar urðu ekki fagnaðarfundir. Atvikið náðist á myndbanda í dróna björgunarsveitarinnar á Dalvík sem lét græjuna sveima yfir samkomusvæðinu í æfingaskyni. Allt til þessa dags velta björgunarsveitamenn því fyrir sér hvaða dauðyfli hafi kosið að hætta frekar lífi sínu í fjörugrjóti en að velja úr nær 200 kamra safni sem sveitarstjórnin hafði reist hingað og þangað í plássinu í tilefni fiskidags. Kalli hafði rænu á að ná starfsmennum í hús og renna upp kloflásnum áður en að hann hafði upp á beggu sinni í mannhafinu. Húsgreijan í Brekku, sjóuð í þvaglátum ungbarna með eða án bleiu, horfði í forundran á bónda sinn. Svo varð henni á verði. Fyrr má nú míga á sig að lekur meira að segja úr hárinu á það. Allt gott endar einhver tíma, líka annað blá þorrablóti. Ég ætla í lokin að nefna hjartaskerandi dæmi ljúmennsku, vináttu, þakklæti í verki og björgun á neyðarstund. Hjörtur frá Bakka var á ferð við kaupfélagið á Dalvík dag einn og þótti sérkennilega aðkoma að bíl sem að þar hafði verið lagt. Hurðin farþegamegin var opin og út úr honum stóð hækjuendi. Á milli sæta var Ármann frá Steindyrum og gat sig hvergi hrært. Hurðin bílstjóramegin var frosin föst og bílstjórinn hugðist komast út farþegamegin en lenti í sjálfheldu sem Bakka bróðirinn, Líði, leysti hann úr. Hjörtur gat þarna greitt mansa nokkur ára gamla þakkarskuld því á sínum tíma sofnaði hann fram á eldhúsborðið á Steindyrum á gánadaginn örþreyttur eftir sundurdrátt og annað erfiði á tungurétt. Mansi bar Bakkamann sofandi út, lagði til í kerru aftan í dráttarvél, flutti hann rænulausan niður í Bakka og skilaði honum inn í rúm. Kasper, Jesper og Jónatan hefðu þegið að hafa dráttarvél og kerru þegar þeir rændu Soffíu frænku og lofuðust með hana langar leiðir í rúmteppi í Kardímómubæ. Þeir voru að vísu 3, en Mansi fór létt með Bakkabróðirinn einn síðsleiðis. Góðir samkomugestir, þetta voru lokaorð annálsins í ár. Við ljúkum dagskráliðnum með því að fylgjast á myndbandi
með mannsarskýla hirti heim á dánadægum forðum. Takk fyrir og skál! Þið talið ekki eins og ég. Nei, sem var tungan með stökk, hversu leið.